Velkomin í þáttinn Súrt og sett. Gestur minn þessu sinni er Jóhanna Sigurðardóttir, fráfarandi forsætisráðherra Íslands, en hún er nýkjörin formaður Húsfélagsins Hvatar. Velkomin Jóhanna og til hamingju með kosninguna. Þakka þér fyrir það. Ekki voru allir sáttir með kosninguna og menn hafa kvart undan því að þú sért óþjáll í samskiptum. Ég held að sé nú mikill misskilningur sem að þarna kemur fram að ég sé óþjál í samstarfi. Það vita það sem þekkja mig og hafa unnið með mér að ég er góð í samskiptum. Þú margt sem hafa eftir að gera í kringum blokkina. Það að sandkassan, sopa stéttina, taka hundaskítinn og margt fleira. Hvað verður þitt fyrsta verk sem formaður? Mitt fyrsta verk mun verða það að skipuleggja starfi framundan vegna þess að við höfum einungis rúmlega 80 daga til þess að koma öllu þeim brýnu málum í framkvæmd sem við erum með á okkar verkáætlun. Nú lést gömul kona í blokkinu daginn. Var það mikið reiðarslag fyrir stjórnina? Það má vera. Ég gæti vel trúað því. Hún hafði mikinn eldmáð allt sitt líf, alveg þangað til að hún féll frá rúmlega 100 ára gömul. Ég er samfélagistir. Þakka þér fyrir það. Ég er ekki kominn tími á nýjar falskar tennur. Mitt fyrsta verk á morgun verður að hugleiða það hvernig best verður að því staðið. Það er aðalegt að sjá það. Þakka þér fyrir það. Hvort finnst þér að ætti að skera pítsu í 8-10 stærra? Ég er ekki verkviðinn í þessu. Það er ekki sama hvernig það skorið niður, hvaða forgang menn hafa, hvaða áherslu menn leggja. Það eru allar líkur að því að þú fá að stjórna bingo húsfélagsins. Er langþráður draumur að rætast? Nei, veistu það að ég segi alveg eins og það, mér er aldrei dreymt um það. Nú er aðallyftan í húsinu biluð, á ekkert að gera því. Til þess þarf ég að hafa samstöðu með þjóðinni og við munum vinna með henni. Heyrst hefur að bílageymslan sé full af úlnum kartöflum og rófum. Er það satt, Jóhanna? Þó við séum í miklum tímabundum erfiðleikum núna og í dimmum dal, en þegar við þurfum að fara að taka málum og skera niður, þá munum við fyrst og fremst forgangsraða og forgangsraða í þágu þeirra sem helst þurfa á því að halda að við höldum utanum þau á þessum erfiðu tímum. Ég frétta að kötturinn á 7. hefur verið dauður. Þetta er söguleg stund sem lengi hefur verið beðið eftir og það er einmitt Ingibjörg Sólrún Gísladóttir að hún á nú allan heiðurinn af því að þetta fór á þennan veg. Hver sér að grafa köttinn, verður það þú? Ég ætlaði bara að hella mér út í djúpulauguna. Það ætla ég að gera og ég ætla að reyna að standa mér vel eins og ég mögulega get. Takk fyrir komuna í þáttinn. Þakka þér fyrir það.